Þá erum við komnir búin að fá okkur sæti, vatn í glas og allt undir, já, allt bara klárt hjá okkur. Tryggvi Gunnarsson, velkominn. Takk fyrir það. Fasteignasali og fyrrverandi bæjarfulltrúi. Það er rétt. Varst í meirihlutanum með Oddi, þessum fræga sem tók hreinan meirihluta í bæjarstjórninni. Já, já. Varstu síðan hvað, varabæjarfulltrúi? Já, síðan eftir þessar kosningar að ég í 4. sæti fyrir síðustu kosningar og L-listinn farið 2 menn inn og þar í lendi ég orðinn varabæjarfulltrúi sem 4. maður á lista. En þú bara strikaðir þetta út, sagði ég bara... Já, ég gerði það. Ég ætlaði mér nú alltaf að vinna áfram og að því ég hef mikinn áhuga á stjórnmálum yfir höfuð og líka bara bænum okkar. En svona eftir kosningar þá var náttúrulega verið að fara að ræða í nefndir og annað og þar var búið að tala um það að ég fengi ákveðna nefnd og sem gekk svo ekki eftir þannig að ég ákvað bara að stíga frá þessu. Já, hætta bara. Hætta, já. Hvaða nefnd var þetta? Heyrðu, ég átti að vera formaður stjórnar Norðurorku. Já. Og síðan var mér ekki treyst fyrir verkefninu, það voru þau skilaboð sem ég fekk og ég hef engan á að vinna með fólki sem treystir mér ekki. Frá hverjum fékkstu þessi skilaboð? Heyrðu, ég fekk það bara frá Oddita L-listans. Já, Oddi sjálfum? Nei, Mattíasi, okkar nýja... Já, L-list, já, Matti nýja Odditanum, já, auðvitað. Þannig að ég ákvað bara að stíga til hliðar og snúa mér öðru. Var þetta ekki sárt? Sárt og ekki sárt. Jú, þetta er að sárt þegar maður fær það í andlitið að mann er ekki treyst með við það að maður var búinn að starfa í pólitík hérna á Akureyri í einhverju 12 ár. Já. Og ég hef nú alltaf reynt að vinna þetta í heilindum en jú, þetta var þetta sárt. Já. En þetta er búið. Já, en saknar þessa? Bæði og. Ég náttúrulega, á mínum pólitíska ferli var þetta náttúrulega snýr þetta kannski það að ég vildi fara inn að því mér var annt unga fólki í bænum. Já. Það var mitt áhugamál nr. 1, 2 og 3. Já. Og ég sakna kannski þess að vinna ekki með því fólki sem ég var að vinna með. En ég fylgist með í fjarlægð. Varstu mikið einmitt í þannig málum meðan þú varst í bæjarstjórninni? Já. Æskulýðsmálum og íþróttamálum að þess aftar? Já, ég var formaður íþróttaráðs síðasta kjörtímabili og einnig varaformaður í samfélags- og mannréttindaráði sem snýr dálítið mikið að ungu fólki í bænum og mér finnst bara svo yndislegt hvað unga fólki er að gera marga góða hluti hérna í bænum og við höfum einmitt að halda því á lofti. Já. Og ég er bara mjög stoltur af því starfi mínu sem ég kom að og ég veit að ég gerði góða hluti og ég veit að unga fólki er enn að gera góða hluti þó að ég sé farin. Já, en þú segir ég veit að ég gerði góða hluti, talgítur er náttúrulega vera bara gott fyrir egóið að geta sagt svoleiðis. Já, ég reyndi bara að vinna bara að heilindum að þessum málum sem mér var treyst fyrir og ég held ég að gert það. En Tryggvi, þetta er nú ekki allt voða skemmtilegt, er það? Nei. Allir þessi fundir og allt þetta og þú þarft að mæta í einhverja móttökur og jafnvel að halda ræður og koma sem fulltrúi í bæjarins og þess aftar. Já, ég var náttúrulega stoltur af því að koma fram sem fulltrúi í bæjarins en auðvitað eru sumir hlutir leiðilegir í þessu og aðrir skemmtilegir. Það er bara þannig. Maður verður bara að taka því maður fór í þetta því maður hafði áhuga á þessu og eitthvað sem þú sko hafðir engan áhuga á? Hvað var það sem þú hafði minnstan áhuga á, getur við þá orðað? Já, kannski kemur óvart, en svona ef ég lít tilbaka að skipulagsmál, mér leiðir skipulagsmál. Mér finnst sko, þetta er nú oft þannig sko að ef bærinn ætlar að gera eitthvað sko, þá hafa allir skoðun á því sko, hvort það er að færa þennan stein eða hinn steinin. En svo aftur á móti þegar við tölum þetta mannlega, börnin okkar og annað, að þá þegja menn þunnu hljóði sko. Finnst mér sko. Þetta er mín skoðun. Já, finnst þér það vera þannig? Já, mér finnst allir hafa skoðun á skipulagsmálum, en til dæmis félagsmiðstöðum, forvarnamálum, jafnréttismálum þá svona finnst mér bæjarbúar kannski ekki hafa svakalega mikið áhuga á þeim. Eru þetta málaflokkar sem að fólki þykja kannski eins og segir dálítið leiðilegir? Já, það gæti nefnilega verið. En þetta eru mannlegir þættir? Já, það er nefnilega það sem ég er hrifinn af, ég persónulega. Ég er hrifinn af þessu mannlega. Ég hef alltaf reynt að setja manneskjur á nr. 1, 2 og 3. Sko. Mér finnst það kannski ekki skipta máli hvort það sé steypa hér eða steypa þar eða steitt hér eða steitt þar. Sko. Langi fundir á ótrúlegum tímum, fótbolti í sjónvarpinu.
Hvernig leið þér þá? Bara vel, skilur. Ég náttúrulega, þú veist, þetta var náttúrulega, sko, þetta að vera bæjarfulltrúi 100% vinna. En það ekki borgarsamkvæmt? Nei, langt í frá. Og minnst það sem snýr að mér að ég reyndi að vera undirbúin fyrir hvert einasta fund og hvert einasta mál. Já. Og ég náttúrulega var í 100% vinna þegar ég var kosinn og ég tók þann pól í hæðina að minnka 50% vinnu þar og að því ég vildi sinna þessu að heilindum. Þú minnkar vinnuna þína 50%, en fékkstu þá greitt upp á móti sem bæjarfulltrúi upp í þessi 50%? Nei, alls ekki. Það þýðir ekki að horfa svona á mig, þetta er bara hugsun. Já. Þetta dálítið þannig. Já. Það bara staðreynd. Hvað þá næstu kosningar, stofnar þá ekki bara flokk? Nei. Eða framboð? Nei. Átti ekki sko skoðanabræður og systur? Jú, ég held það. Ég á fínt bakland. Og jú, ég hef alveg fengið þessa spurningu eftir að ég hætti í Ellistanum. Jú, og ég á líka fullt af vinum sem eru miklir húmoristar. Þeir vilja meina það að ég hef stofnað flokk með bókstafnum M. Þannig að ég bjóði mig fram sem XM í næstu kosningum. En ég veit ekki hvað verður. Þú hefur nú gaman að svona léttleika lífs. Já. Ég hef alltaf haft það að leiðalösi. Að vera ég sjálfur og vera hress og kátur. Já, þú ert það upplægi. Já, þó að einhverju aðri segja annað, þá hef ég alltaf bara, það er númer 1, 2 og 3 að ég fer bara ekkert út úr hús ef ég er í fúlu skapi, sko. Nei. Það hefur bara engan tilgang finnst mér, sko. Nei. Þannig að ferðu alltaf glaður til vinnu? Já, ég geri það. Hvað varst að gera þegar þú varstu kjörinn í bæjarstjórn? Heyrðu, þá var ég sem sagt yfir svo kallaðar í fagmannadeild hjá húsasmiðjunni, sáum alla fagmenn, iðnaðarmenn hérna á Akureyri sem versluðu við húsasmiðjuna. Var það ekki bara skemmtilega? Það var frábært starf og frábært að fá að kynnast öllum þessum iðnaðarmönnum. En af hverju snýrðu ekki aftur þangaðir og hættir? Heyrðu, mér bara það stóð ekki til boða og svo sem sagt hafði bara góð vinur í sambandi með hann Arnar Birgisson. Ég er fasteignasali í dag hjá Eignaver og við ruglum saman reytum og ég var náttúrulega fasteignasali í gamla daga í Reykjavík. Nú, þú hefur reynslu? Já, ég hef reynslu sem fasteignasali. Ég vann við það í 5 ár. Þannig að ég var alveg tilbúin að dusta af þeirri starfsreynslu og hef bara mjög gaman að. Tryggvi, fasteignasali. Já. Bílasali. Já. Einu sinni var það nú eiginlega lagt að jöfnu. Já. Ég hef sko líka verið í bílasali. Nýi silsar allt, 900 á framann. Já. En sko fasteignasala er náttúrulega kannski hefur svo margt fram yfir aðra sölumenn, sko. Við erum náttúrulega að höndla með aleigu fólks. Það er einmitt það sem er. Já. Og menn verða að vanda til verks. Og ég meina fólk er að sitja að spara í fyrir sitt í þetta og annað og þetta þarf að vera 100%. Og ég legg þannig fram. Er þetta þannig í dag? Ég bara spyr, er þetta þannig í dag að menn leggja sig fram 100% og hafa það í huga að þú ert að höndla með allt það sem fólk á? Alla peningar fólks, í flestum tilfellum? Já, ég held það og ég held ég tali fyrir munn allra fasteignasala hérna á Akureyri. Hér eru bara fagmenn í hverju horni, sko. Já, hvernig, af hverju metið þið íbúð eða hús upp á 34,2? Já. Af hverju kostar hún ekki 34 eða 35? Já. Hvað eru þessar 2,2? Oft, minnst vinnum við þetta hjá þannig okkur að við komum með leiðbeinandi verð. En það er alltaf eigandi sem náttúrulega verðleikur eignina sína. Já. Það er þannig og Spurjið þið, hvað viltu fá fyrir eignina? Já, það má eiginlega segja það. Það er svona kannski. Hvað er þið með í huga? Já, hvað eru þið með í huga? Hvað ætlið þið að gera í framhaldi? Og síðan reynum við að vera leiðbeinandi og ef okkur finnst að verðið of hátt eða of lágt, þá ræðum við það við fólk áður að við setjum eignin í sölu meðferð, sko. Já. Og það er nú gamla, sko, markaðarinn svarar þessu nú yfirleitt, sko. Ef menn eru með of hátt á eigninni sinni, að þá er nú kannski ekki mikið skoðun. Nei. En við sem betur við lendum sjaldan í því að það sé alveg röð eftir því að við höfum verðlagt eignina með eigendum
of lágt, sko. Já, já. Hvernig markaðurinn hér þar sem þú ert að vinna? Hann bara líflegur. Það nóg að gera og mikið að hreyfingu og bæði fólk að koma í bæinn og fólk að stækka við sig í bænum og aðrir að minnka við sig, þannig að það allt bara í gangi. Gengur þetta svona, jável svona hringalveg, 3-4 aðilar sem að færa sem sett? Já, jafnvel 5-6, sko, því að skipta. Hvernig með þig sem fasteignarsala, býrð í stóru húsi og fínu húsi? Nei, ég bý á Brekkunni, ég bý í Grundagerði og þar í raðhúsi á 2 hæðum. Er það nógu gott fyrir fasteignarsala? Já, mér finnst þetta yndislegu staður. Þarna erum við búin að eiga heima síðan 1998 og við erum ekkert að hugsa okkur til hreyfings. Nei, við segiru, fjölskyldaðin. Hver fjölskyldaðin? Heyrðu, ég giftur henni Auði Þorsteinsdóttur. Steina Leifs. Steina Leifs, já. Já, þekki hann. Já. Það kannski þekkja flestallir Auði mína sem Auði á Bautanum. Já. Hún búin að vera þar í, yfir 30 ár. Já. Og síðan eigum við 4 börn, við höfum 2 saman og svo á ég 2 dætur sem búa á Selfossi. Og þetta fjölskylda mín, svo ég komið 2 afabörn. 2 afabörn? Já, sem búa á Siglufirði með elsta syninum. Og hvernig það? Það yndislegt. Er það ekki? Jú, það yndislegt. Siglufirði, það stutt að fara núna? Já, það stutt. Ég þakka nú oft vini mínu Kristján Möller fyrir gangi. Stundum blóta í honum, þau koma miklu oftar í mattími núna, þannig að það meiri kostnaður. Já, það meiri kostnaður. Já. En við erum hérna með myndir af þessu yndislega fallega fólki sem það? Já, þetta eru börni mín og svo á ég eina tengdadóttur sem heitir Díana Lind og gift honum, býr með Þorsteini syni mínum, elsta. Já, þannig að þetta er fallegur flokkur. Já, þetta fjársjóður minn, algjörlega. En hvaðan ertu? Ég fæddur og uppalinn í Reykjavík. Af hverju ertu ekki þar? Ég hef engan áhuga að vera í Reykjavík. Ég fæddur og uppalinn í Reykjavík, í Breiðholtinu, neðra Breiðholtinu. Og ég svona einn af frumbyggjunum þar. Mamma og pabbi flytja þangað og þá voru þetta bara blokkir og mikið af tómum íbúðum sem við strákarnir vorum að leika okkur í. Já, húsibyggingu. Já, alveg. Og mamma og pabbi náttúrulega, pabbi hét Gunnar Jónsson og dó nú 1989, sama ár og K.A. var Íslandsmeistari, meira í segja sama dag. Hann ákvað að kveðja bara leið og hann fékk þessar fréttir að K.A. með var Íslandsmeistari. Var hann K.A. maður? Já, hann var K.A. maður alveg í húð og hár. Var hann héðan? Já, hann Akureyringur, Gunnar Jónsson heitir hann, kjötiðnaðarmaður. Já, og mamma þín? Já, mamma Hríseyingur, heitir Torfhildur Júlíana Þorleifsdóttir. Þorleifs Ágústssonar yfirfiskimanns á Akureyri. Já, þetta fullorðnir Akureyringar kannast við þetta. Já. Og síðan ég bara í Reykjavík og síðan þegar ég vitt og þroska, þá gerist það, ég stundaði mikið íþróttir á yngri árum og þá gerist það að pabbi sér að hann var eitthvað spunni í strákinn og vill endilega ég flytji bara norður og fara að spila fótbolta með alvöru fótboltaliði. Það var þannig. Pabbiðinn, K.A.-maðurinn, sendi hann þig til Akureyrar? Já, það má ég segja það. Hann hafði samband við 2 góða og digga K.A.-menn sem hann vann með í kringum K.A.-klúbbinn sem var þá og hét í Reykjavík. Já. Sem var stjórnaði Sæmundi heitnum. Og þetta voru þeir eðalmenn Stefán Gunnlaugsson og Gunnar Kárason. Og ég man alltaf eftir þessu sem 19 ára gutti að þá var mér boðið á Hótel Loftleiðir og þar mætti ég með pappa og hitti þessa 2 höfðingja og þar var þetta bara ákveðið að ég skildi bara fara til Akureyrar og spila fótbolta með K.A. En ertu ekki íringur? Jú, ég íringur. Búinn að vera íringur alla mína ævi eins og ég segi. Já, þarna úr þessu... Bara úr Breiðholtinu. Já. Að koma þarna í Breiðholti þegar ég alast upp. Tryggvasti, ég man eftir þér þegar þú varst að spila kornungur fótbolta. Fólk vissi að þér. Já, ég átti alveg framtíð fyrir mér í þessu. Þú varst markaskorari? Já, ég skoraði mikið af mörkum. En svo kem ég hingað norður og á hér alveg frábæra ár og flyt svo aftur til Reykjavík 1988 og fer þá í Val og þar í 1 ár og á alveg yndið þetta ár þar og hef spilaði með Val til dæmis 1988 í Evrópukeppni í fótbolta og lendur þar á móti Mónakó. Já. Sem var stjörnuprýtt lið þá. Já. Jú, ég átti fínan feril en svo kannski tók upp sig gömul fíkn að áfengi tók dálítið stjórn
í mínu lífi. Það var bara þannig. Varstu fyllibitta? Já, ég var fyllibitta. Er það? Já, svona þegar ég horfði tilbaka, ég var svona, ef ekki að segja, Þú veist hvað ég var við já, ég veit það. Við skulum segja, mér hefur fundist mjög gott að drekka svona frá 50 degi til sunnudags. Já. Já, og þá voru nú yfirleitt leikir sko líka sko. Já, hvernig var með það? Þetta var ekki algilt, þetta var til. Já, þetta var mjög oft. Mættirðu timbraður í leiki? Já. Ég á góðan vinn sem sagði, varnarmaður úr öðru liði, hann sagði nú einu sinni við mig, ekkert einu sinni, þegar ég hélt upp á fertugsafmæli mitt, að þá sagði hann þessa fleygu setningu, að alltaf verið erfitt að dekka mig, vegna þess að það var alltaf nýlít af mér. Það var nú bara þannig. Tryggvi. Já. Og hvað stóð þetta lengi? Heyrðu, þetta stóð svona, við skulum segja það að ég svona misti eiginlega stjórn á drykkjunni og þar alveg þetta á mínu lífi, svona í kringum 94 og 95 tek ég þá ákvörðun að skella mig bara í meðferð og hætta þessu. Þá var ég eiginlega búinn að mála mig út í horn, aðalega þá gagnvart börnunum mínum og mínu nánustu. Varstu þá hættur að vinna eða þegar að segja bitnaði þetta á vinnunni þinni? Nei, þetta... Mættur alltaf? Já, það var alltaf sko, vinnan, maður stóð sína plikt í vinnu sko. Já. Það var andlitið út af við sko. En þetta er búið? Já, þessi kafli er búið? Já, ég hætti að drekka 2. maí 1995, verð sem sagt 20 núna í maí. Já. Það ekki að halda upp á það? Jú. Hvernig? Ég fæ mér góða rjómatertu sko, og svo er það líka sko, ég er náttúrulega 50 sko, bara 11 dögum seinna. Já. Þannig að ég tek bara gott partí. Já. Tekur, 11 daga partí. Já. Og það var nefnilega svo yndislegt sko, þegar maður komst að því að það er alveg hægt að halda góð partí sko, að þessi áfengjum hönd sko. Fer þetta kannski ekki líka eftir skapferli manna, eins og vorum að tala um hérna upphafið, þú ert léttlindur og þess aftar, hjálpar það ekki? Jú. Ég man eftir því þegar ég útskrifaðist úr meðferð þá er ég í góðu svona útskriftarviðtali við doktora minn, Þórainn Tyrfingsson, já. Og hann spyr mig, nú ert þú gamall íþróttamaður, hvaða markmið ertu búinn að setja núna þegar þú ferð út og ég segi svona við hann, heyrðu Þórainn, ég er búinn að ákveða það að ég ætla að treysta dálítið á Guði í þessum málum og ég ætla að fara í messu á hverjum einasta sunnundi í heilt ár. Og honum fannst þetta markmið náttúrulega ekki gott. Nei. En gamli léttleikinn, ég sagði við hann, sannaði til, ég ætla að gera þetta. Og ég gerði það og hef stundað náttúrulega mikið kirkju síðan. En ég ákvað að leggja dans í hendurnar á Guði. Og hjálpaði þér? Já, hann gerði það. Þú finnur það? Já, ég finn það. Þórarinn Tyrfingsson, þekkir þetta nú? Já. Hann vann í þessi ár og var nú íringur líka. Grjótharður íringur. Og meiri séð, sko, ég spilaði nokkra handboltaleiki með honum í efstu deild. Já. Og þar kynnti hann okkur, ég man alltaf eftir þegar við ungu strákarnir komum í partí einu sinni heim til hans og við vorum allir að fá okkur, sko. Og hann horfði svona yfir hópinn og sagði, já, strákar, ég hugsa 1 af hverjum 4 hér inni eftir að koma til mín. Já, og það er rétt hjá hann. Það gerðist. Það gerðist? Já. Ég á æskufélaga sem hafa alveg farið sömu brautir í þessu og ég. Já. Og þetta er bara partur. Sækirðu svona fundi á þess aftur? Ég gerði það gríðarlega mikið. Síðan kynntist ég, þegar ég flytt hingað norður, 96 aftur, þá kynnist ég hóp góðra manna sem heitir Regla Musterisritara. Og þar er sem sagt, þetta er svona mannræktarhópur. Það var nú önnur tegund manna sem var í fréttunum bara fyrir skömmu með þessu heiti. Já, það eru margir sem vilja líkjast okkur. En þarna kynntist ég hópi góðra manna sem sagt, við höfum það að leiðarljós að gera okkur að betri mönnum heldur en við höfum verið. Og ég hef stundað þann félagskap. Ég hef ekki mætt á aðfundi í örugglega 8-9 ár. Já. En mér finnst að ég er í góðum málum, eins og við segjum þetta, ég er í góðum bata og þetta er eitthvað svo fjarlægt mér áfengi í dag að ég hef ekki áhyggjur. Gott, tölum ekki meira um það. Nei, gott mál. Tryggvi, ertu með eitthvað
svona, sko, fyrir utan þessar fallegu myndir, ertu með eitthvað sem ætlar að sýna mér? Já, ég baði að koma með eitthvað sem að þér þætti, sko, væntum. Þetta er væntum. Ég ákvað að koma hérna með grjót. Ég er hérna mjög stoltur af þessu og mér þykir vænt þetta. Tryggvi Gunnarsson, K.A. Hvað sé að Þórsarar nú? Þeir sé ekki, þeir eru stoltir af þessu og áður og heldur áfram að verja að trufla þið, sko. Ég náttúrulega, þegar ég var hér að spila með K.A. sumrin í fótbolta, þá fór ég og spilaði handbolta með Þóra á veturnar. Já. Það var þannig. Já. Þannig að svo heiti ég Tryggvi Þór, þó ég sé nú ekki alltaf að flíka því. Já. En hérna, ég á marga góða vini Þór. 28 mörk 1986. Já. Með meistaraflokki K.A. þá. Já. Og þetta er markamet. Já, þetta er markamet, en það er þetta sem ég þykir svona vænt þetta. Ég skoraði þessi 28 mörk í fyrstu deildinni, sem sagt næst eftir deild þá. Og á vísu voru tekin að mér svo 11 mörk vegna þess að eitt lið í þessari deild dró sig tilbaka. En ég veit að innst í mínu hjarta að ég gerði þessi 28 mörk. Og þetta gaf sem sagt K.A. mér að tilefni að hafa gert þessi 28 mörk. Og mér þykir agalega vænt hennar Stein. Já, ég trúi því. Þetta er náttúrulega eins og þú segir, þú varst fínn fótboltamaður. Já. Þó ég segi sjálfur frá það og meiri segja, sko, ef ég á að vera með smá hroka, ég er það enn, skilur. Já. Áttu fótboltaskó? Já. Og spilarðu? Já, ég stundum svona grípi í þetta. Já. Að vísu, mín áhugamál í dag eru náttúrulega golf og veiði og svo vetur Já, ég ætlaði að spyrja um það. Ég ætlaði að spyrja um svona önnur áhugamál. Svo spilaði ég körfubolta aðeins líka á veturnar. Með góðum... Ertu góður svona í ökklum og þess aftur alltaf með þig? Já. Ég hef alveg sloppið, sko, vegna þess að það var alltaf sagt um mig, ég hreyfði mér nú ekkert mikið hérna í gamla dag í boltanum, skiljum við? Já, þegar ég gruflaði upp þá... Þannig að ég var kannski bara á góðum stöðum, sko. Já, réttum maður réttum stað. Þannig að ég kannski, sko, hefði örugglega getað spila til 45-50, sko. Því ég var svo lítið hreyfing á mér, sko. Það var svo mikið inni? Já, svo mikið inni, sko. Já, þetta er ljómandi. Já. En segð mér þá að þessum áhugamálum. Já. Hvað veiðirðu og hvar veiðirðu? Ég er búinn að veiða núna í nokkur ár með hóp góðra manna. Og hvað veiðið þið? Við erum í lax og sílung, já. Við förum alltaf í Fnjóskána. Já. Og við erum alltaf með 2 daga þar. Og svo er Laxárdalurinn, gríðarlega vinsælt hjá okkur líka. Já. Ertu veiðinn? Já, ég er það. Þú ert það? Já, ég er bara svona keppnismaður, sko. Mér leiðist rosalega lítið að gera, sko. Já. Ef þú ert í Fnjóská, hérna hinum með fjallið, eins og maður segir, ert á laxasvæðinu, ertu þá bara flugaveiðar eða? Nei, það má veiða á maðk og spún og allt saman, sko. Leggur það jöfnu að veiða á flugu, maðk og spún? Nei, flugan er náttúrulega mitt uppáhald, sko. Já. En ég er nú bara þannig, sko, að þú ert keppnismaður og þá notar þú spúnin? Ég nota það sem má, sko. Þetta er alveg svo í boltanum, sko. Maður fór alla leið til að dómarinn flautaði, sko. Já. Það er bara þannig. Já. En áttu þá alla græjur í þetta? Já. Ég hef búinn að viða mér miklu veiðigræjum og svo náttúrulega hefur gólfið tekið hug mín allan síðustu 7-8 ár. Og hér hjá golfklúbbnum á Akureyri? Já. Og hver er forgjöfin? Sko, forgjöfin er 23. Já. Og ég ætla nú svona að reyna að vinna í því að koma inn neðar á næstu svona 3-4 árum. En forgjöfin er kannski ekki aðalmáli, sko. Þetta er bara svo yndisleg íþrótt og ég er með markmið þar að nú er ég að koma konin í þetta. Þetta er fjölskyldusport, algjört. Sko, það er einmitt það. Það þýðir ekkert fyrir þig að fara upp á golfvöll með félagunum eða hvað sem þú gerir, vera þar í 4 tíma og skilja hana auðina eftir bara á bautanum, sko. Það er ekki gott til afspurnar. Nei, það er nefnilega ekki gott, en þetta er fínt hjónasport. Þetta er yndislegt hjónasport og maður sér það bara þessi ár sem ég er búinn að vera í klúbbnum að þetta er alltaf að fjölga meira og meira hjón komi og spili saman og það er missjónið mitt núna að koma auð á golfvöllin og hún er klár, ég veit það. Hún er klár? Já. Það er búið að verið að klára fjárfesta fyrir hann í gólsetti og þetta er næstu skref. Hvernig sérðu þetta hjá þig, Tryggvi, á næstunni? Þú flytur allavega ekki til Reykjavíkur, skilst mér? Nei, ég ætla mér að vera hér. Hvernig sérðu framtíðina?
Já, framtíðin. Ég ætla náttúrulega bara að halda áfram að lifa lífinu lifandi. Það er alveg númer 1, 2 og 3 hjá mér og hlúa fjölskyldunni. Og ég tala nú ekki um það eftir það sem gekk á í mínu lífi að þau eiga það svo sannarlega skilji og ég hef alltaf verið að reynda að vera til staðar fyrir þau. Já. Og að vísu var stór gjá á milli okkar á þessum árum þegar ég var í brennivíninu, sko. Já. Og ég svo sem þakka fyrir það, Gestur, að ég komst aldrei svo langt, sko, að ég prófaði eitthvað annað heldur en brennivín, sko. Já, þú varst í áfengi bara. Já. Já, bara, já. Já. Og nú hneykslaði ég marga, sko. Minn uppáhaldsdrykkur var 2-faldur íslenskt brennivín í goslaus kók. Þannig að þú sér það aldrei langt síðan að maður drakk, sko. Goslaust. Það var engin bjór á þessum tíma eða eitthvað? Nei, ekki á þessum, en ég náði aðeins í bjórinn. Já. En bjórlíki, ég man alveg eftir því, en það var ekki minn hattur, sko. Nei. Þú vildi bara hafa þetta almennilega. Já, íslensk brennivín í goslaus kók var góð drykkur. Já, þetta var bara nákvæmlega svona. Þetta er nú bara hesjuvalla vatn. Já. En það er gott samt. Það er gott. Íslenska vatn er gott. Það er ekki spurning. Tryggvi. Já. Lag, já. Við erum að velja lag. Já, ég á mér 2 uppáhaldshljómsveitir. Já. Og þú náttúrulega komst mér í bobba. Sko, annars vegar er ég mikill Queen aðdáandi og svo er Dire Straits í miklu uppáhaldi hjá mér. Já. Og svo er ég með hljómsveitina sem er ELO. Já. Þetta er nú mína hljómsveit. Þetta er þín flóra? Já, þetta er bara mín flóra. Já. Og ég ákvað að taka lag með Dire Straits núna. Já. Og það er lag sem heitir Sultans of Swing. Það er fínt lag. Það er mjög gott. Já, ljúft og gott. Já, ég nota það oft bara líka í daglegu lífi. Já. Það er ofsalega notalegt að tylla sig niður og setja Dire Straits á fóninn og hlusta á Dire Straits. Það er mannbætandi. Það er mannbætandi? Já, ekki spurning. Já. Kemur vel út. Er það ekki? Jú. Viltu sjá? Nei, ég held að borga sig. Tryggvi, þakka þér kærlega fyrir. Takk hérlega. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time.